Internetið kom með sérstæðum hætti við sögu í kosningabaráttunni fyrir borgarstjórnarkosningarnar. Helgi Hjörvar og Hrannar B. Arnarsson, frambjóðendur og R-lista, voru sakaðir fjármálaóreiðu á vefsíðu hálfum mánuði fyrir kosningar. Í kjölfarið lýsti borgarstjóri yfir að gengið hefði verið úr skugga að þeir hefðu staðið við allar skuldbindingar vegna fyrri atvinnureksturs. En sjálfstæðismenn kröfðust rannsóknar á málinu. Viku fyrir kosningar tilkynnti borgarstjóri að gert hefði verið samkomulag við Hrannar að hann viki úr borgarstjórn ef opinber kæra yrði lögð fram á hendur honum. Borgarstjóri sagði að í þessu fælist þó ekki grunur refsivert athæfi. Nú ætla ég ekki að gefa þeim né nokkrum öðrum neitt siðferðisvottorð eða syndakvittun en að gefa út veiðileyfi á 2 unga menn og bera út þær sögur sem að hér bornar út í borgin í dag. Það verulega ógeðfellt og það undan rótum ýmissa sjálfstæðismanna runnið. Það ósatt og ég vísa því alfarið að bug. Hvorki ég eða sjálfstæðisflokkurinn höfum staðið að því að koma þessum upplýsingum á framfæri, en hins vegar mjög undarleg þessi aðferð Ingibjargar Sólrúnar að leita að boðbera hinna válegu tíðinda og gera það að aðalatrið málsins. Hún talar þrjóta, hver sé þrjóturinn í þessu efnum. Það eins og hún tali þá að Jóhanna Sigurðardóttir sé þrjóturinn í Landsbankabálinu. Eftir kosningar var ákveðið að Hrannar B. Arnarsson tæki ekki sæti í borgarstjórn fyrir skattamál hans hefðu fengið farsælan endi, eins og sagði í yfirlýsingu frá R-listanum.